Það einmitt kannski oft í gegnum nýskráningar og áhugaverða nýskráningar sem að nýtt fólk kemur inn á markaðin eða nýjir fjárfestar, svona ef ég horfi meira til einstaklingana. Það kannski svona bara í lokin, kannski áhugavert að spyrja þig svona hvað á matseðli fjárfestana, sjáu þið fyrir ykkur, nú kannski Kauphöllin ekki alveg á sínum besta stað í dag, það er búið að vera svolítið þungt undir fæti undanfarið, mikið að neikvæðum tíðundum í viðskipta og atvinnulífinu, og kannski óþarlega mikið. Við þurfum líka stundum að minna á að íslenska hagkerfi hefur sterkar og traustar undirstöður, en stundum verður kannski neikvæðin dálítið allsráðandi. En ég held ég verið eitthvað að spyrja þetta síðast. Sérðu fyrir þér einhverjar nýskráningar og hafa einhverjar nú þegar verið teknar ákvarðanir sem þú getur sagt okkur frá? Já, sko það sem næst líkast til næsti tíma, þó auðvitað bara fagnar maður endanum þegar bjöllun hringt, en stóðir hafa lýst yfir að félagi sé á leið í Kauphöllina. Mjög áhugavert félag. Mjög áhugavert og svolítið einstakt á markaðnum. Reyndar líka með fjárfestingar í félögum sem eru þetta í dag óskráð og ég held að geti vakið áhuga margra. Svo náttúrulega það nú bara þannig að þó við séum og þetta, ég ger mig vonur að þetta gerist fljótlega en svona tímasetningar kannski ekki nákvæmlega fyrir. Svo það nú bara þannig að eitthvað í kringum 15 félög hafa lýst yfir opinberlega að þau séu svona skoða alvarlega og eiginlega bara hyggist á skráningu á næstu árum, kannski erum að skoða kannski næstu 2-3 árin, næstu 3 árin eða svo. Þar eru til dæmis félög í eigustóði eins og Bláa lónið og maður auðvitað þegar ástandið á markanum eins og það að þá velti maður fyrir sér hvernig muni þessi plögan öll standast. Ég held að þú nefndir að ef verið þungt undir fæti, við meina vaxtastigið mjög hátt og það auðvitað mjög freistandi að fjárfesta í öðru en hlutabréfum þegar þú getur fengið trygga kannski 8% vexti eða hvað það þá eru þetta og fengið þann nokkurn veginn áhættulaust. Þá eru þetta þyngist undir fæti á hlutabréfamarkaði við slíkar aðstæður. Ég tala ekki með Seðlabankinni eins og hann hefur gerð til dæmis í vor, gefur út með ákveðnar yfirlýsingar að svona vöxtunum verður ekki haggað fyrir en það mjög ákveðin merki að verðbólgan sé að nálgast markmið. En svona sem ákveðin mælikvarða á svona þennan áhuga þá þannig að það þessi yfirlýsingar og þetta samtöl okkar og reynda við fleiri félögum sem hafa lýst yfir opinberlega líka við erum núna í nóvember að setja í gang námskeið fyrir félög sem eru að svona velta fyrir sér skráningur, ekki alltaf búin að taka ákvörðun, þeir eru að velta fyrir sér og mér, það stefnir allt í það að þáttengur á því námskeið fylli tugin og vel það sko. Þannig að það mikil áhugi þarna og ég held að séu margir búnir einmitt að átta sig á því hvað hlutabréfamarkaðurinn, hvað Kauphöllin veitir mikið virði, hvað það mikið þetta aðgengi að lífeyrissjóðunum og einstaklingunum til dæmis, auðvitað hinum fjárfestunum líka en þeir fjárfesta kannski meður í óskráðu, hvað þetta aðgengi að þessum fjárfestum verðmætt og við sjáum og svo maður klikkinu út með því að þetta sjáum við svo til dæmis svo augljóslega í þessum tvískráningu sem við fengið. Félög sem að skrá sig í sko flottustu kaupallir í heiminum eins og til dæmis bæði Alvotech og Oculus skrá sig í næsta kaupallinni í New York sem alltaf bara alþjóðleg bara einlega svona heims kaupallinn í líftekniðinaðinum að þessi félög sé enga síður hagsinn í að skrá sig hér líka og það náttúrulega þetta aðgengja þessum fjárfestahópum sem leikur þar lykilatriði.
þannig að ég er mjög, þannig að því ég lít svona fram 2, 3, 4 ár og það einhverju vakstast í dag, þá er ég mjög bjartsýnn. Já, það er gott að heyra og ég tökum undir það að það er fyrir mjög mörg fyrirtæki væri það heilla skrefa að fara í skráningu og áhugavert væri að fá til dæmis félögi úr ferðaþjónustunni, kannski vanta fleiri og það hafa sýnt í áhuga. Þannig að það getur okkur það er mikið áhugaverðum félögum í Kauphöllinni en okkur vantar alltaf fleiri kosti og áhugaverðari.